Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Þetta er 282. fundur bæjarstjórnarinnar og er haldinn 3. október. Á dagskrá fundarins eru alls, svíkur ekki, 9 dagskrármál og við göngum til fyrsta liður á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 440. fundur og það er Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, gott fundarfólk. Það er bæjarráðs fundargerð eða fundargerð bæjarráðs fundar sem var númer 440, já. Og þessi fundargerð er í 7 liðum og þar af er 1 tekinn út sérstaklega og það er liður 1.6, endurmenntunarsjóður. Á fundi bæjarráðs var lagt fram erindi frá Sverri Gestssyni þar sem hann baðst lausna sem fulltrúi í stjórn endurmenntunarsjóðs. Einnig kom fram að Sigrún Blöndal sat í stjórn sjóðsins sem kjörinn fulltrúi sveitafélagsins. Það er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að Steinar Þorsteinsson og Sigríður Herdís Pálsdóttir taki sæti í stjórn endurmenntunarsjóðs í stað Sverris og Sigrúnar. Ég hef farið yfir þennan eina lið sem er út í tekinn, en fundargerðin er að öðru leyti lögð hér fram til umræðu og staðfestingar. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust undir þessum fyrsta lið. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá er mælendaskránni lokað og gengið til afgreiðslu og það er liður 1.6 sem er svo eini sem er hér til afgreiðslu. Það er endurmenntunarsjóður og tillaga er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið að fara yfir hennar fyrsta lið og göngum til annars liðar og þá verð ég að biðja varaforsta að taka við stjórninni. Já, næsta dagskrá er annar liður, það er 441. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og til máls tekur Stefán Bogi Sveinsson, forseti bæjarstjórnar. Forseti, ágætt fundarfólk, ég er hér kominn til að gera grein fyrir og leggja fram tillögur til þessum öðrum lið. Fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, það er frá mánudeginum síðastliðnum. Fundargerð þessi er í 12 liðum og þar af eru teknir út 4. Það ber fyrst að nefna að liður 2.6 samningur uppbyggingu við íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum. Það kemur fram að á fundi bæjarráðs var farið yfir drög að áætlun kostnað við framkvæmdir og rekstur viðbyggingar við íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum. Af því tilefni er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að falli verði frá fyrirvara í samningi samanber 8. grein samnings uppbyggingu við íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum. Jafnframt felur bæjarstjóra að hefja viðræður við fulltrúa byggingarnefndar Hattar nánari útfærslu og aðlögun verkáætlunar. Það var kannski þennan leið að segja að það var gengið frá samningi sem þarna er vísað til og þessi 8. grein fól í sér fyrirvara gagnvart þeirri kostnaðaráætlun sem þá lá fyrir. Þær tölur sem nú hafa verið nefndar eða hafa verið tilgreindar hér vegna verkefnisins eru nokkuð hærri en að sumu leyti líka hefur frekari skoðun leitt í ljós að hækkunin á sumpart eðlilegar skýringar sem að fylgdi því eftir eða kemur í kjölfar þess að menn fara einfaldlega nánar ofan í hönnun og mat á kostnaðarþáttum auk bara hækkunar með sem að verður með tímanum eins og vill verða í þessum blessuðu áætlunum og þannig að en fyrirvarinn er eða sér til staðar og það verður að taka afstöðu til þess hvort að það eigi að falla frá honum og það er sem gerð til að það hér og miðast á við það frávik þeirra verkþáttar sem voru innan samnings séu þá ekki svo verulegir að það sé ástæða til að virkja fyrirvara.
það er eins og alveg ljóst að það eru líka aðrir þættir sem að tengjast framkvæmdinni sem að það nú að taka afstöðu til við þetta borð og það hefur verið unnið nokkuð samhlið og eru ákveðin kostnaðartölur sem liggja þar að baki og það er kannski vísað svolítið til þess líka í seinni lið tillögunnar að fela bæjarstjóra að hefja viðræður við fulltrúa byggingarnefndar Hattar nánari útfærslu og aðlögun verkáætlunar og það er þá að taka tillit til þessara þátta sem að ekki voru innan samnings hvernig þeir falla inn í framkvæmdatímann og að einhverju leyti hvernig þetta skiptist á framkvæmdatímann eða sem skiptist á milli ára framkvæmdin. Nú undirlið 2.8 sem heitir Norrænt samstarfsverkefni Betri bæi 2018. Það kemur fram að á fund bæjarráðs mættu fulltrúar Fljótsdalshéraðs í Norræna samstarfsverkefninu Betri bæi. Það eru Birgja Borgþórsdóttir, Freyr Ævarsson og Kjartan Róbertsson. Farið var yfir þau erindi sem borist hafa til bæjarins varðandi nýtingu húss og lóðar að miðvangi 31 og fund sem bæjarráð átti með fulltrúum frá þessum aðilum. Það var þeir aðilar komið til fundar viku áður. Einnig upplýstu fulltrúar í samstarfsverkefninu með eitt og annað sem þau hafa verið að skoða hjá hinum norrænu samstarfsaðilunum í verkefninu. Þarna er lögð fram eftirfarandi tillaga. Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að vinna áfram að þróunarverkefninu með það markmið að koma því af stað á næsta ári. Bæjarráð óskar eftir því við hópinn að þau útfæri nánar tillögu að fyrirkomulagi og rekstri tilraunaverkefnisins. Jafnframt er samþykkt að vísa fjármögnun þess til gerðar fjárhagsáætlunar 2019. Kannski örfá orðum þetta, þarna náttúrulega var á sínum tíma samþykkt að ganga inn í þetta norræna samstarfsverkefni og hefur verið mjög athyglisvert að fá að fylgjast með því hjá starfshópnum hvað menn hafa verið að skoða og kanna. Svona eins og svo sem hér stendur hefur skilið þetta, þá hefur þetta snúist mikið til tvennt. Annars vegar hvernig menn geta myndað lífvænleg og aðlaðandi svæði, miðsvæðis í borgum og bæjum sem að kannski hafa þurft að búa við það í gegnum tíðina, hafa ekki, slík svæði hafa ekki endilega verið sjálfsprottin. Og svo aftur að reyna að nota tækifæri sem myndast þegar er verið að móta slík svæði til þess í rauninni aðeins að auka afkomu íbúa að stjórnsýslu með því að opna stjórnsýsluna svolítið og reyna að mæta íbúunum á stöðum þar sem að kannski er ekki beinlínis heimavöllur stjórnsýslunum á skrifstofunni heldur að því verið að teygja sig svolítið út til íbúana. Og þessar hugmyndir nýtingu á húsinu að miðvangi 31 eða það fer nú aðeins eftir í hvað menn hafa búið lengi hér í sveitarfélaginu, hvort mann kalla þetta Blómabæjarhúsið eða Fóðurblönduhúsið eða hvað það er, en að það muni nýtast í verkefni af þessu tagi og það er rauninni tillagan sem hér liggur fyrir gengur út af það að við ætlum okkur að vinna áfram með þessar hugmyndir sem hafa komið frá starfshópnum. Rétt að taka fram að sumt af því sem áhugasamir aðilar nýtingu hússins hafa nefnt við sveitarfélagi getur vel fallið af þessum hugmyndum, annars síður, en það er rauninni uppleggi hér er að menn ætli sér að halda áfram að skoða þetta og þá sá kostnaður sem fellur til, sem að kannski mun vera svolítið verkefnið að tryggja að verði kannski ekki úr hófi, að honum verði þá fundinn staður við gerð fjárhagsáætlunar. Eða eftir atvikum á næsta ári eða síðar ef þannig vill til. Nú, liður 2.9, það er aðalfundur Samtaka Orkusveitarfélaga 2018, þar er lögð fram eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn samþykkir að Björn Ingimarsson verði fulltrúi Fljótsdalshéraðs á aðalfundinum og fari með umboð og atkvæði þar. Varamaður hans verði Stefán Bogi Sveinsson. Og að síðustu liður 2.11, það er ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2018, þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að Björn Ingimarsson fari með umboð og atkvæði Fljótsdalshéraðs á fundinum en varamaður hans verði Anna Alexandersdóttir. Og það vill nú þannig til að þessi fundir eru haldnir í tengslum við fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem fram fyrir næstu viku og vegna þess að þá eru fulltrúar í bæjarráði staddir þarna á svæðinu og þess vegna deilist þessi varamennska mjög bróðulega þarna niður en við gerum raunar ráð fyrir því að bæjarstjórinn muni sækja báða fundina. Við erum bara við öllu búin eða eitthvað skyldi nú koma upp á. En að öðru leyti er fundargerðin hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Það skipta það var hýpinni. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, gott fundarfólk. Örstutt langar mig að koma hér inn á lið 2.6, samningur uppbyggingu við íþróttamiðstöðin og Egilsstöðum. Og ég einfaldlega vil nú bara lýsa ánægju minni með það að þetta sé þó komið á þetta skrefi, eða þetta stig skulum við segja, og vona að þetta nái fram að ganga og við getum staðið vel að þessari uppbyggingu. Ég hef áður talað hér kannski oft það að ég telji þetta mjög afgerandi og nauðsynlega framkvæmd til uppbyggingar í sveitarfélaginu og ég er mjög ánægður með það að bæjarstjórar skulu vera við færð hér heimild bara til þess að útfæra þetta frekar og ætla rétt að vona það að það verði að framkvæmdu sem fyrst og auðvitað innan þeirra marka sem við ráðum við fjárhagslega. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Orðið ennþá laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. En ef það svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og geng þá til afgreiðslu einstakra liða. Þar fyrst liður 2.6 sem heitir svo mikið sem samningur uppbyggingu við íþróttamiðstöðin á Egilsstöðum. Þar tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá næst liður 2.8, norrænt samstarfsverkefni Betri bæi 2018. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 2.9, aðalfundur Samtaka Orkusveitafélaga 2018. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 2.11, ársfundur Jöfnunarsjóðs Sveitafélaga 2018. Þar tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið að fara yfir þennan annan lið á dagskránni og göngum til hins þriðja. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, 74. fundur nefndarinnar og það er Aðalheiður Björt Unnarsdóttir varabæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, ágæta fundarfólk. Fundargerð atvinnu- og menningarnefndar í 7 liðum. Þar af 1 liður tekinn út sem númer 3.6, Ormsstræti 2018. Fyrir fundi atvinnu- og menningarnefndar lá greinargerð menningarsamtaka héraðsbúa framkvæmd Ormsteitis sem haldið var í ágúst 2018. Eftirfarandi tillaga var lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og þakkar menningarsamtökum héraðsbúa fyrir góð störf við framkvæmd Ormsteitis 2018. Að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn að auglýst verði eftir aðila eða aðilum til að sjá framkvæmd og útfærslu bæjarhátíðarinnar Ormsteiti 2019 og eða til næstu ára. Starfsmanni falið að útbúa drög að auglýsingu og leggja fyrir næsta fund nefndarinnar. Að öðru leyti fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Aðalheiður Björt Unnarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum þriðja lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef svo ekki, þá mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu. Það aðeins þessi liður 3.6. Ég vek athygli á því að það örlítil orðalagsbreyting frá því sem stendur í gögnum sem að þarna eru, en tillagan sem borin upp eins og hún var lesin hér áðan. Vil ég að ég lesa niður aftur eða? Nei. Það voru borin upp eins og hún var lesin hér áðan. Þeir sem samþykkja gefi merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið að fara yfir þriðja dagskrárlið og komið að þeim 4. og ég þarf að kalla til hjálpar annan varðhústan. Næsta dagskrá 4. liður, það umhverfis- og framkvæmdanefnd, 98. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar. Til máls tekur Stefán Bogi Sveinsson, forseti bæjarstjórnar. Forseti, ágæta fundarfólk. Hér liggur fyrir fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar, 98. fundur nefndarinnar og í 11 liðum.
Þar af eru teknir út 4. Við gera grein fyrir þeim tillögum sem að liggja fyrir þar. Í fyrsta lagi það liður 4.1, það beiðni breytt nöfn á fasteignum á landi Ekkjufells. En á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var tekið fyrir erindi frá landeiganda þar sem óskað eftir breytingum á nöfnum landeigna í fasteignaskrá. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn beiðni breytt nöfn og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málið í samræmi við fyrirliggjandi beiðni. Það þá næstliður 4.7, beiðni breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna Kröflulínu 3. Umhverfis- og framkvæmdanefnd hefur borist yfirferð Skipulagsstofnunar á breytingu á aðalskipulagi vegna Kröflulínu 3 og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að tillagan verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 122/2010. Liður 4.8 sem heitir umsókn framkvæmdaleyfi vegna endurnýjunar og áætlunar uppbyggingu á fráveitu Egilsstaða 1. áfanga. Umhverfis- og framkvæmdanefnd hafði til umfjöllunar svar Skipulagsstofnunar við fyrirspurn nefndarinnar flokkun fráveituframkvæmda vegna umhverfismats. Skipulagsstofnun metur það svo að fyrirhugaðar framkvæmdir falli undir tölulið 11.05 í fyrsta viðauka laga umhverfismat nr. 106/2000 og séu tilkynningar skyldar til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar matsskyldu samkvæmt 7. grein laganna. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og beinir því til HEF að tilkynna framkvæmdirnar til stofnunarinnar til ákvörðunar matsskyldu. Og það þá síðustu liður 4.11, það umsókn byggingarleyfi fyrir breytingu á húsi Bláskógar 11. Byggingarleyfi fyrir breytingu á Bláskógum 11 var grenndarkynnt þann 17. ágúst síðastliðinn og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn erindið þar sem athugasemdir bárust ekki við grenndarkynningu. Og ég hef þá lokið að kynna þær tillögur sem koma fram, kannski eru lagðar hér fram, kannski örstutt undir lið 4.8, bara til glöggunar þó reyndar að inngangstextin hafi nú verið gíska glöggur þetta. Á sínum tíma þá kom, kannski rétt að byrja á því að við erum alltaf að glíma við það að heitið á þessum máli er nú alltaf svona fylgjundi málum blandað því það talað umsóknum framkvæmdaleyfi en þau gögn sem að fylgja þau náttúrulega bera með sér að það ekki í rauninni komið á þann stað í ferlinu þar sem verið að sækja framkvæmdaleyfi heldur verið að kalla eftir afstöðu til matsskyldu. Og það háttar þannig í þessum lögum umhverfismat eða mat á umhverfisáhrifum að það ákvörðun matsskyldu skiptist á milli Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga og fer eftir eðli framkvæmdarinnar. Og þarna var í gögnum frá HEF var miðað við það að það væri sveitarfélagi sem væri sá aðili sem ætti að taka afstöðu til þess en eftir að beiðnin kom til umhverfis- og framkvæmdanefndar á sínum tíma var ákveðið að kalla eftir afstöðu Skipulagsstofnunar til þess sem sömuleiðis í samræmi við lögin að það sé hægt að spyrja að því og það mat Skipulagsstofnunar að þetta falli undir annan tölulið heldur en að hafi verið reiknað með og þar á leiðir að það ekki sveitarfélagsins að taka ákvörðun matsskyldu heldur er að Skipulagsstofnunar. Þannig að það rauninni með þessu bara verið að vísa málinu í hinn rétta farveg samkvæmt forskrift Skipulagsstofnunar eins og hún kemur í svari við fyrirspurn nefndarinnar. Fleira var það ekki og fundargerðin að öðru leyti hér til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bæ Sveinsson er lokið málsinu, orðið er laust. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Liður 4.8, það nú varla að takið því að koma upp undir þessu en mér finnst eins og tillagan stendur hérna til stofnunarinnar til ákvarðunar. Þarna hefði ég viljað að yrði sett inn í staðinn fyrir stofnunina skipulagsstofnunar því að þegar tillagan stendur ein og sér þá hvaða stofnun þetta það hvort þetta á að senda þetta á hæli eða hvað fyrir ekki fyrir en ég held að þetta sé nokkuð augljós breyting. Gunnar Jónsson hefur lokið málsinu. Orðið er
en þá laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. En að öðrum kosti að þá loka ég mælendaskrá núna og geng þá til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 4.1 sem er beiðni breytt nöfn á fasteignum og landi Ekkjufells. Þar er tillagan borin fram eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til þess að samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 4.7. Það er beiðni breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna Kröflulínu 3. Og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til þess að samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 4.8. Þar hefur komið fram það sem ég kýst kannski að kalla ábendingum orðalag og ég mun bara breyta því hér með í tillögunni ef enginn gerir athugasemd við það. Nei, þá látum við standa þarna skipulagsstofnun við stað stofnunarinnar og berum tillögunni upp svo breyta þess að samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá var síðustu liður 4.11. Það er umsókn um byggingarleyfi fyrir breytingu á húsi Bláskógar 11 og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til þess að samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er lokið að afgreiða þær tillögur sem lagðar voru fram. Ég vek athygli á því að undir einum lið 4.5 er gert ráð fyrir afgreiðslu á umhverfis- og framkvæmdanefnd og skoði staðfesta bæjarstjórn ef því er ekki mótmælt sérstaklega. Svo er ekki og þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 4. dagskrárlið og göngum til hins 5. Það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs 267. fundur. Það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Góða fundarmenn, ég ætla að fara hérna yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs nr. 266. Hún var í 9 liðum, voru 2 teknir út. Fyrst er það liður 2. Sumurlókun leikskólanna Hádegishöfða og Tjarnaskógar og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu fræðslunefndar felur bæjarstjórn fræðslustjóra og leikskólastjórum að leggja fyrir könnun meðal foreldra varðandi skipulag sumurlókunar leikskólanna svo hægt sé að skipuleggja og kynna lókunina næstu 3 árin. Seinni liðurinn er 8. liðurinn, aðalfundur SSA 2018. Eftirfarandi tillaga lögð fram í tilefni af ályktun aðalfundar SSA aukna stoðþjónustu við leik- og grunnskóla tekur bæjarstjórn undir með fræðslunefnd og óskar eftir að fræðslustjóri leiði vinnu við kortlagningu á þörf fræðslustofnana sveitarfélagsins fyrir úrræði á því sviði í samstarfi við skólastjórnendur. Fleira var ekki tekið út, þannig að fundargerðin er bara lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sín og orðið er laust undir þessum lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi Gjörðsfjörður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Mig langar aðeins til að koma hér upp undir lið 5.8 og við ræddum þetta töluvert í nefndinni og höfum þetta í gegnum sjálfsmatsskýrslur grunnskólana og leikskólana fundið mjög verulega fyrir því að það er kallað eftir aukinni stoðþjónustu og kennurum finnast þá sárlega skorta úrræði þegar það kemur að nemendum sem þurfa á meiri þjónustu að halda. Þannig að ég vil bara fagna þessu því að ég held að það skipti okkur öllum máli núna þegar við erum líka búin að setja á stað vinnu með Austurlands líkani sem ég held að sé mjög jákvætt að við grípum, hvernig ég orða, boltan á öllum vígstöðum. Þannig að ég fagna þessari tillögu og styð hana heils hugar. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. En ef að ekki eru fleiri sem að bjóða sér hljóðs, þá lokum við málendaskrá og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 5.2, það er sumarlokun leikskólanna Hádegishöfða og Tjarnaskógar.
Tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og það liður 5.8 aðalfundur SSA 2018. Tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið yfirferð yfir þennan 5. lið á dagskrá og við göngum þá til 7. dagskrárliðar. Það fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 45. fundur nefndarinnar og það Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góðum fundamenn. Ég ætla að fara hérna við fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 45. fundur. Hann var í 9 liðum og það voru 2 teknir út. Fyrri liðurinn þá áætlun gerð göng- og hjólreiðastíga í sveitarfélaginu og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og samþykkir að áætlun uppbyggingu göng- og hjólastíga í sveitarfélaginu verði hluti að vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins sem boðuð hefur verið. Seinni liðurinn 7. liður, íþróttasjóður. Íþróttasjóður Rannís auglýsir umsóknarfrest vegna styrk umsókna til 1. október 2018 kl. 16:00. Styrkirnir eru ætlaðir íþrótta- og ungmennafélögum á landinu til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar. Einnig eru styrkir til útbreiðslu og fræðsluverkefna að þessu sinni verður horft sérstaklega til verkefna sem stuðla að aukinni þátttöku barna af erlendum uppruna. Þá eru veittir styrkir til að stunda rannsóknir á ýmsum þáttum íþróttastarfsemi í landinu. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótt- og tómstundanefnd og hvetur íþróttafélög á Fljótsdalshéraði til að nýta tækifærið og sækja styrki í sjóðinn. Ekki voru fleiri liðir teknir út, þannig þessi fundargerð borin upp til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið það laust undir þessum lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Björg, taktu til máls. Ég veit ekki hvort þú vilt vita það, en umsóknarfresturinn Rannís rann út 1. október. Já, ég veit það. Já. En við erum að hvetja íþróttafélög til að sækja Nákvæmlega. Já. En það ekki að leggja fram tillögu eða? Jú, fyrir. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Já, bara svo mér út af íþróttasjóðnum. Já, vakti athygli mín á þessu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Mér langaði til að taka hér til máls og þakka forseta fyrir að inna með á það. Undir lið 6.4 áætlun gerð göng- og hjólreiðastíga í sveitarfélaginu. Mér langar í raun til að bara fagna þessari umræðu inn í nefndinni skipulag þessara stíga og ég ætla bara að taka það fram, þetta alveg sérstakt áhugamál mitt því að mér finnst það svo einboðið að ráðast í það verkefni að annars vegar að kortleggja þá fjölmörgu göng- og hjólreiðastíga sem nú þegar fyrir í sveitarfélaginu okkar og hins vegar að skoða hvernig við getum byggt það net upp til framtíðar. Ávinningurinn á slíkri vinnu margvíslegur á mínu viti. Í fyrsta lagi væri hún í samræmi við áherslu sveitarfélagsins og heilsueflandi samfélag. Í öðru lagi myndi hún auka lífsgæði okkar íbúanna og í þriðja lagi þá gæti hún bara mjög líklega opnað nýja möguleika fyrir þá gesti sem sækja okkur heim og svona aukið aðdráttarafl sveitarfélagsins fyrir ferðamenn. Svo síðast en ekki síst, þá held ég að þetta verkefni falli ákaflega vel að markmiðum framkvæmdasjóðs ferðamannastaða en það einmitt opið fyrir umsóknir í þann góða sjóð nú þessar mundir. Og því vil ég í rauninni fyrir hönd okkar í L-listanum leggja fram tillögu sem gengur kannski örlítið lengra en tillögan svo sem að hér hefur verið kynnt og kannski má bara líta á það sem viðbót. Ég leyfi forseta að hafa skoðun á því. Bæjarstjórn felur íþrótta- og tómstundafulltrúa í samvinnu við atvinnu, menningar og íþróttafulltrúa að setja á fót starfshóp sem í sitji fulltrúar ólíkra hagsmunaaðila sem með einum eða öðrum hætti koma að göngu- og hjólreiðastígum í sveitarfélaginu.
Starfshópnum verði falið að kortleggja þessa stíga og koma með tillögur að framtíðaruppbyggingu þeirra. Sömuleiðis verði kannaður möguleiki á því að sækja undirbúnings- og hönnunarstyrk til verkefnisins í framkvæmdasjóð ferðamannastað. Takk fyrir. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ég langar til að biðja annan varaforsta að taka þig í stólnum. Orðið laust. Stefán Bogi Sveinsson. Forseti ágæta fundafólk. Þetta bráðskemmtilegu stólaleikur sem hér viðhafður. Þetta það sem gerist þegar að vantar fyrsta varaforsta, þá allt í einu verður annar varaforsti þeim mikilvægari. Þakka honum hér með fyrir samstarfið. Ég langaði nú aðeins kannski til að byrja með að ræða við þetta við að Ragnum myndi augun í þetta líka að með þennan texta þá nú umsóknarfresturinn útrunnin í þetta skipti, en ég taldi mér samt sem áður að það væri allt í lagi að láta tilhöfuna standa vegna þess að sjóðurinn vissulega árlegur, það er að segja að það auglýst árlega og orðalagið í tillögunni sjálfri í rauninni hvetur íþróttafélög til að nýta tækifærið og sækja styrki í sjóðinu, og ég held að það er bara þeir sem ekki náðu að nýta tækifærið þetta árið og við hvetjum þá eindregið til þess að nýta það á næsta ári, þannig að það vartum okkur á því. Þannig að þess vegna held ég að sé nú alltaf að láta þetta standa, svo vissulega kannski hefði verið skemmtilega að ná að senda þessa brýningu áður en umsóknarfrestur rann út nú í ár, en nefndin var vissulega búin að taka afstöðu til þess áður. Það var undir lið 6.6 afsakið forseti, en aðeins undir lið 6.4 og í tilefni þeirri tillögu sem að Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi var upp hér áðan, þá held ég að það megi taka undir allt það sem að framkom í ræðu bæjarfulltrúans varðandi mikilvægi þess að byggja upp gott netgöngu og hjólreiðastíg í sveitarfélaginu, og þú sem algjörlega sammála það markmið. Ég kannski ekki fyllilega sammála bæjarfulltrúanum það að þetta sé verkefni sem að falli vel að áherslum í framkvæmdasjóði ferðamannastað og byggja það í rauninni fyrst og fremst bara á reynslu. Ég segi nú ekki biturri reynslu, en það hefur hér, held ég mig segja oftar en einu sinni verið til dæmis svolítið styrk til þróunar í Selskógi, sem að sömuleiðis fulltrúar sem hér voru töldu að væri rauninni algjörlega einboðið að fjalli undir markmið sjóðsins, en það skuli vera, útivistarsvæði hér við bæjarmörkin virðist gera það verkum að menn líti mun síður til þess að útluta peningum til þess verkefni sem úr þeim sjóð, og af þeirri reynslu fenginni að þá svona efast ég það að það muni skila árangri að senda þetta verkefni inn í þennan sjóð. Hins vegar ljóst að það gert ráð fyrir því svona allavega í forminu að vegagerðin komið að tilteknum hjólagöngustígum. Við höfum nú reynt að fara þá leið að draga vegagerðina inn að slíkum verkefnum með mismiklum árangri, en þó einhverjum árangri þó. Þannig að ég kannski ekki fyllilega saman á því. Af því sögðu þá aðeins varðandi tillöguna sem slíka. Það kannski munurinn á þessum tveimur tillögum liggur auðvitað fyrst og fremst í því að tillagan sem hér var lögð fram fyrst gerir ráð fyrir því að þessu sé einfaldlega vísa til endurskoðunar aðalskipulagsins. Síðari tillaga sem að Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi flutti gerir ráð fyrir því að það verði þegar farið í að skipa starfshóp. Og ég lýsi mig eiginlega andvígan því að samþykkja þá tillögu á þessum tímapunkti. Ástæða þess að þetta lagt upp með þessum hætti í fyrri tillögunni auðvitað svo að við þurfum að gera grein fyrir göngu- og hjólastígum í aðalskipulagi. Vinna við aðalskipulagi náttúrulega snýst að mikið til tengingu svæða og flæði íbúa inn á ýmsu þjónustusvæði og afþreyingarsvæði og þess að þannig að þetta kemur að mínu viti mjög sjálfkrafa inn í þessa vinnu. Ég tek algjörlega undir það er full ástæða til þess að þegar að því kemur að skoða þennan þátt, að þá verði fengnir þeir aðalar sem nefndir eru, hinn ýmsu hagsmunaaðilar og fulltrúar úr þessum nefndum sveitarfélagsins til þess að fara við þennan þátt. En ég er ekki kannski endilega hrifinn af því að við
byrjum á því að skipa starfshóp um þennan einstaka þátt sem ónefnilega verður hluta af aðalskipulagsvinnunni áður en við erum búin að ná utan heildina sem þessi endurskipulagsvinna. Þannig að ég leggst nú frekar gegn því að þessi síðari tillaga verði samþykkt, en að sjálfsögðu óska eftir því að menn samþykki frekar þá tillögu sem var lögð fram fyrst. En ég geri það af engum sérstökum illvilja til markmiða tillögunum eða annað, ég tel að það fari betur á því að nálgast þetta með þeim hætti sem lagt upp með fyrir tillögunum. En markmiðin erum við að ég tel algjörlega sammála. Stefán Sveinsson lokum máli sínu, orðið laust, Björn Björnsdóttir, bæjarfulltrúi. Það sem að fyrir okkur kannski, eða það sem liggur á baki þessari tillögu, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Það sem að fyrir okkur kannski, eða í huga að liggur á baki þessari tillögu, með það að setja þennan starfshóp nú þegar á stað, er að hugsa þetta, sko það svolítið í að aðalskipulagsvinnan hefjist. Og það nú þegar til mjög mikið net af göngu- og hjólreiðastígum sem að bara síðast í gær ég heyrði til dæmis að gæti verið ákaflega gagnlegt að leggja fyrir eitt kort af þessum stígum til þess að afhenda ferðamönnum sem hingað koma. Ég sé í sjálfu sér enga ástæðu til þess að geyma það að kortleggja þessa vinnu, þess að það eru göngustígar á vegum ferðafélagsins eða hjólastígar á vegum hjólaklúbbsins hér eða göngustígar hér inn í Hallormsstaðaskógi eða hvað, þetta svo víða hér í sveitarfélaginu, að kortleggja þetta og búa hér til heilstætt yfirlit sem til dæmis gæti nýst bæði íbúum og ferðamönnum. Þannig að ég líka bjartsýnismanneskja og ég held að þetta verkefni, af því það bæði hugsað fyrir íbúa og ferðamenn, gæti alveg átt erindi inn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Þannig ég hefði ekki viljað bíða með þetta, ég sé bara tækifæri í þessu og við vitum það alveg það langt, ekki kannski mjög langt, en það þó nokkur tími í það að vinna við endurskoðun aðalskipulagsins hefjist og sú vinna tímafrek. Ég sé enga ástæðu til þess að bíða eitthvað sérstaklega með þetta. Björn Björnsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ef svo ekki, þá ætlum ég að Stefán Bogi Sveinsson. Forsetið ágæta fundafólk, það undir lið 6.4. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi lýsti því hér að hún bjartsýnismanneskja, það allra skott, það svo sem hér stendur nefnilega líka og mín bjartsýni snýr nú kannski frekar að því að það sé nú kannski ekki svo óskaplega langt í að við hefjum vinnu við gerð aðalskipulagsins. Og af því leiði að það sé ekki skynsamlegasta leiðin að hefja vinnu á öðrum grundvelli sem að síðan óneitanlega kemur inn á borð þegar farið verður að vinna aðalskipulagi. Það mikið rétt að það eru víða göngu og hjólreiðastígar í sveitarfélaginu og upplýsingar og sumt liggur nú býsna glöggt fyrir, meðal annars stígana í Hallormsstaðaskógi, það sem til Afrás göngustíga Kork. Þannig að ég horfi fyrst og fremst á þetta þannig að allt tekur þetta tíma og orku þegar fulltrúar sem eru skipaðir í þetta, að þeirra tíma og þeirra orku sem betur varði í að hefja þetta ferli þegar að menn eru búin að ná utan um það hvernig menn alltaf nálgast aðalskipulagi. Svo að sé algjörlega tryggt að menn sé ekki einhvern veginn að tvívinna þetta eða þá að menn lendi í því að til dæmis að sá vinnuhópur hafi ekki lokið störfum þegar aðalskipulagsvinnan hefst og þá þurfum menn að fara að vinna í því að samþætta þetta einhvern veginn í staðinn fyrir að leggja þetta bara upp alveg frá upphafi sem hluta af aðalskipulagsvinnunni. En ef að við getum farið í gegnum tímabil okkar í bæjarstjórn hér og ekki rifist eitthvað sem skiptir meira máli heldur þetta, þá held ég að það sé nú kannski bara skott og ætla ég nú ekki gera lítið úr mikilvægi málsins þannig lagað en þetta nú kannski snýst meira útfærslur heldur en efni sem að ég ítreka það ég held að séu fullkomlega sammála og eru líka sammála mikilvægi þess að taka þessu uppsíka saman. Ég vil bara við þurfum að stíga fyrst skrefið bara til aðalskipulagið og reikna með því að það sé bara mjög stutt í það að við sjáum hreyfingu í þeim efnum. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu, orðið ennþá laust, ef svo ekki þá Karl, gerðu vel, skipta þér.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að koma inn á eitt. Ég held reyndar að bæði Stefán Bogi forseti og Björg hafi komið inn á þetta sem kannski mjög flétta lítið saman. Það er ein hugmynd sem var sett fram fyrir mörgum árum síðan af Philip Faulkner hugmyndir. Og þeirri hugmynd hefur ekki verið fylgt eftir. Hún er metnaðargjörn og mikil og ég held að sé allir hérna minni sammála að einhvern tíma þarf að koma hendin í framkvæmd. Það er ekki verið farið af stað en ég held að sé alveg kominn tími til að fara að byrja þá vinnu. Og það er að gera göng og hjólreiðastíg í kringum minni hringinn í kringum Laugardal. Það er mjög mikil vinna að skipuleggja slíkt og ég sé fyrir mér að það hefur verið unnið mest af áhuga fólki, kannski ekki þeim kjörnum fulltrúum eða þeir sem er að sinna þessari bæjarpólitík í dag, heldur áhuga fólki einmitt slíka gerð, göngustígs og hjólreiðastígs. Þannig að ef slíkur hópur vill fara af stað og vinna að því, þá er það bara mjög gott vegna þess að það er það mikil vinna sem fyrir það að einhver frumvinna áður en að kemur að aðalskipulagi væri mjög vel þegin af þeim sem að koma síðan að vinna aðalskipulags. Þannig að ef einhverjir einstaklingar vilja sjálfboðavinnu ganga að slíku verkefni, þá hefur við frekar að hvetja á heldur en að draga úr því. Ég held að við séum öll sammála það, en kannski að innra skipulagi í bænum og milli bæjarhluta og annað slíkt, það var kannski frekar að bíða eftir vinnu aðalskipulags og það pólitíski fulltrúar koma þeirri vinnu, en það eru samt verkefni sem að menn geta unnið áður en að kemur að því. Takk. Karl Lárensson hefur lótt máli sínu. Orðið er ennþá laust. Reyndi ég að skrifa þetta niður, ertu búin að tala tvisvar? Ég held það. Já, það mátt ekki. Bara því niður. Orðið er laust fyrir alla nema Björgu og mig. Þetta Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi Reykjavíkur. Já. Forseti, góðu fundarmenn, það liður 6:04. Ég get nú tekið undir eiginlega allt sem að þeir bæjarfulltrúar þrír sem hér hafa komið upp og undan mér undir þessum hlið. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að það verði unnið að þessum málum. Þetta er stór máli svona til útivistar fyrir íbúina. Þetta er atvinnumáli, ef að má orða svo í gegnum. Þá er ég hugsa túristmenn og það allt saman og gera svæði sem aðgengilegt sem slíkt. En ég get nú ekki að því gert að ég hallast nú svolítið að því að fara að skipa vinnuhóp akkurat núna sé kannski ekki alveg tímabært í þetta. Ég legg svo lítið á þetta eins og bæjarfulltrúi Stefán að þetta fari inn í aðalskipulagið, þetta er hlut af aðalskipulagið og þó að einhverju skipulagi leggi stíga, einhver hópur og kannski ekki síst einhver áhugamanna hópur farið að vinna að því eins og kemur fram í máli Karls, þá held ég að það geti jafnvel gengið á skjön við aðalskipulag. Þetta verður aldrei gert án þess að þetta sé hluti af aðalskipulagi. Og ég hef nú aðeins reynslu af því að það hafa einstaklingar tekið sig saman og gengið hart fram í því að gera að það sé bara sjálfsagður hlutur að fara í göngustígagerð yfir lönd, einkalönd manna. Þetta verður snúist í andhverfu sína hjá viðkomandi aðilum og ekki orðið til þess að mál gangi betur fram. Það sem ég á við að það er svona eftir í hvernig að þessu er starfað
að það þarf að í mörgum tilvikum, ég þekki það bæði á eigin skinni og eins af reynslu hér, að það ákveðin kunst að ná samkomulagi við landeigendur og við skulum gá að því að vera farið að tala til dæmis göngustíg með fram Lagarfljóti allan hringinn sem væri glæsilegt og allt það. Þá þarf það að fara gætil í það. Það þarf ekki nema einn landeiganda til þess að stoppa slíka framkvæmd. Og þess vegna hefði ég nú viljað að þetta yrði meira með formlegum hætti og þetta væri hluti af aðalskipulagi og þegar það verður farið að vinna það, þá held ég að sé mjög gott og vonandi verður það unnið sem fyrst að þá séu kallaði til þessir hagsmunaaðilar. Það er alveg klárt að það eru einstaklingar hér út í umhverfinu, út í samfélaginu fyrirgefið sem eru búin að velta þessu talsvert fyrir sér, hvar sé helst að fara og allt það og ég held að þetta komi betur út, að þetta komi ákveði formlega fram frá þeim sem fara með skipulagsvaldið sem er sveitafélagið og þannig hefði ég óskað eftir því að þetta yrði unnið, en það breytir ekki því að allt sem að hér kom fram í tillögu til dæmis Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan, að það á alveg rétt á sér en við okkur greinir kannski aðeins á hvernig sé best að vinna þetta því að markmiðið sem við viljum ná, ég held að við séum öll sammála það en ég er kannski ekki alveg sammála að hvernig er best að það verði unnið þannig að við náum markmiðið. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi Grímsvötn. Forseti, aðrir fundarmenn, mig langar að taka undir orð Bjargar Björnsdóttur, bæjarfulltrúa og ítreka það að svona forvinna getur ábyggilega ekki skaða neitt og það sem Karl Laurits fór inn á áðan að svona fá svona áhagamanna hóp þess að kannski mynda einhverjar eða koma einhverjar skoðanir hvað væri hægt að gera og þá er ég alls ekki að segja sko að þessi að fara inn á svæði hjá bændum sem eiga land að Lagarfljóti og þessi að fara að ráðast eitthvað inn á einhverjar aðgerðir sem við myndum svo taka endanlega. Þannig að ég vil bara taka undir orð Bjargar og og Karl Laurits það mér finnst allt til að byrja með þess að forvinna þess. Takk fyrir. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Og þá er það fyrst liður 6.4, áætlun gerð göngu- og hjólreiðastíg í sveitarfélaginu. Og undir þeim lið liggja fyrir 2 tillögur sama efnið. Það þarf þá að þær verða ekki báðar samþykktar, þannig að ég tek undir það sem að framkom í ræðu Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan að hennar tillaga gangi heldur lengra heldur svo tillaga sem að kynnt var fyrst og verði þar alveg borin undir atkvæði fyrst. Þannig að nú verður sem borin undir atkvæða svo tillaga sem að Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi flutti fyrir hönd bæjarfulltrúa L-lista. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir. Þeir sem að móti eru. Tillagan er felld með 4 atkvæðum gegn 3. 2 sátu hjá. Og þá er borin upp svo tillaga sem að borin var upp og kynnt hér í upphafi undir sama lið. Þeir sem samþykkja þá tillögu gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir. Það er samþykkt samhljóða. Jú. Var þetta ekki ég held að vera komin í næstu Já, fyrir ég skal endur taka atkvæðagreiðsluna. Undir lið 6.4, þar er borin upp svo tillaga sem lesin var og kynnt í upphafi. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 5 atkvæðum, 4 sitja hjá. Fullt starf og rittara að finna út af því hverju það voru.
Já, það var sem sagt KL, SIH, KS og BB. Já, var ekki hitt hvernig var með það. Það var sem sagt KL og KHS. Já, heyrðu, það er, sem maður gleymi því nú ekki, það er annar liður þarna undir, það er liður 6.6. Það er fortíðarþrápa fulltrúa sem er borin undir atkvæði. Tillagan sem að lesum kynntir í upphafi undir liðnum íþróttasjóður, þeim sem samþykkja tillöguna gefur merki með þeirri eftirbönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er lokið yfirferð yfir þau mál sem voru lögð upp undir fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það er vakin athygli á því að undir lið 6.3 heilsueflandi samfélag er gert ráð fyrir að afgreiðsla nefndarinnar teljist staðfest nema því sem óþarft. Svo er ekki, nú verður það bókað þannig og þá er næst gengið til 7. liður á dagskrá og ég þarf að leita náður varaforsetar. Já, næsta dagskrá er 7. liður og það er 10. fundur náttúruverndar og til máls tekur Stefán Bogi Sveinsson. Forseti, ágæta fundarfólk. Ég er hér komin til þess að gera grein fyrir fundargerð 10. fundar náttúruverndarnefndar Fljótsdalshéraðs. Fundargerðin er 7 liðum og af þeim eru 2 teknir út til tillögugerðar hér. Það er fyrst liður 7.1 auglýsingar meðfram vegum og annars staðar utan þéttbýlis. Á fundi náttúruverndarnefndar var kynnt erindi frá Umhverfisstofnun þar sem því er beint til sveitarfélaganna að vera vakandi fyrir ólöglegum skiltum í náttúru landsins. Greint er frá reglum náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og reglugerðar nr. 941/2011 auglýsingar meðfram vegum og annars staðar utan þéttbýlis. Þá er leitast við að útskýra hvað telst vera látlaust auglýsingaskilti. Eftirfarandi tillögu lögð fram að tillögu náttúruverndarnefndar samþykki bæjarstjórn að fela starfsmanni nefndarinnar að kynna gildandi reglur og viðmið sem kynnt í erindi Umhverfisstofnunar með auglýsingu, ásamt því að óska eftir ábendingu frá íbúum auglýsingar sem ekki í samræmi við þær. Nefndin taki að því loknum saman ábendingar og sendi stofnuninni til viðeigandi meðferðar. Og aðeins undir þessum lið, það er nú þannig að þessar reglur sem hafa verið víst til hafa verið í gildi hér á landi býsna lengi. En staðreyndin er svo að það hefur verið afar lítil eftirfylgni með því að þessu farið eftir. Og í grófum dráttum þá er það þannig að það er einfaldlega ekki heimilt að auglýsa meðfram þjóðvegum landsins eða utan þéttbýlis. Frá þessu eru nokkrar undantekningar, frekar þröngar. Það byggjast á því sem sagt að það er heimilt að vera með auglýsingaskilti eða skilti í samstarfi við vegagerðina, það er þessi svokölluð þjónustuskilti, og síðan er heimilt að auglýsa starfsemi og er þá miðað við það að hún sé auglýst, hvað að segja, svona þar sem að sú starfsemi á sér stað og yfirleitt miðað við það að það sé á landi sem er til umráða þeirra starfsemi. Við tekjum sem dæmi að gistihús í sveit, að það megi auglýsa við afleggjara þar sem liggur þar upp að og þá gert ráð fyrir því að það sé þá á landi viðkomandi jarðar, eins og má segja. Og ég held að við vitum það öll að frá þessu eru heilmargar undantekningar í þessu sveitarfélagi sem og annars staðar. Þetta kemur til nefndarinnar frá Umhverfisstofnun. Það er Umhverfisstofnunar að fylgja þessum reglum eftir og spurningin er nú kannski einmitt hvort að það sé að verða einhver breyting á því menn alltaf að fylgja þessu fastar eftir. Nefndin taldi það vera réttast kannski vegna þess að reglurnar eru kannski ekki mjög almennt kunnar, að það sé þá ástæða til þess einfaldlega að kynna þær opinberlega að hverjar eru reglurnar sem myndir gilda, bæði til þess að mann geti þá bætt úr þeir sem að hafa óavitandi kannski verið að setja auglýsingar í bága við fyrirmælalaga,
eða þá einmitt að íbúar geti þá komið með ábendingar ef þeir telja að einhverjar auglýsingar standist ekki þessar reglur. Nefndin að sjálfsögðu gerir svo sem ekki annað í þessu heldur en einmitt að senda þessar ábendingar til stofnunarinnar sem að fer með framkvæmdina, og það það sem Umhverfisstofnun óskar eftir í þessu tilfelli. Starf náttúruverndarnefnda gengur mjög mikið út á samstarfi við Umhverfisstofnun, og þannig að ég held að með þessum hætti séum við bara að upplýsa og fræða íbúa sveitarfélagsins og jafnvel eftir atvikum að leiða til þess að það sé þá verið að fara eftir lögum og reglum í þessu málum sem og öðrum. Nú, undirlið 7.3, stóru náttúruperla, þar lágu fyrir nokkrar myndir sem hafa verið sendar og óskað eftir því að náttúruverndarnefnd tæki til umfjöllunar sem að snúa að umferðum stórur og ummerkjum umferð hrossa einhverjum og sérlegi. Þó reynda sér eftir að taka fram að það komu líka fram munnlegar ábendingar það að það hefði sérst þarna á þessu svæði ummerki umferð vélknúnafarartækja líka, vélhjóla. Og þetta svona gaf ákveðið tilefni fyrir nefndina bara til þess að gera nokkuð svona almenna bókun mikilvægi þess að gæta varúðar þegar farið eru viðkvæmt land og tala nokkuð land sem okkur þess mikils virði og þarna raun ber vitni þarna, og sömuleiðis þá gaf þetta nú nefndinni til þess að kannski að hefja samtal við landeigendur þarna það hvort að menn sæi fyrir sér að þarna þyrfti með einum öðrum hætti að bregðast við til þess að einfaldlega tryggja það að svæði sé verndað fyrir of miklum ágangi. En tillagan sem hér liggur fyrir snýr nú eingöngu má segja svona almennum ábendingum og hljóðar svo: bæjarstjórn tekur undir með náttúruverndarnefnd og vill minna alla þá sem ferðast náttúrulandsins á mikilvægi þess að ganga vel viðkvæm náttúrusvæði. Sérstaklega verður að gera þá kröfu til þeirra sem skipuleggja hópferðir á hestum eða farartækjum að tekið sér tillit til landgæða á einstökum stöðum og að umgengnum land sem með þeim hætti ekki hljótist skaði af. Nú, þetta tillagan sem lögð fram, málið telst að öðru leyti verið í vinnslu varðandi stóru. Nú, aðrir liðir eru ekki teknir til sérstakrar afgreiðslu út úr þessari fundargerð en hún lögð fram hér til umræðu og afgreiðslu. Stefán Sveinsson hefur lokið málsinu, orðið laust. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi. Forseti, gott fundarfólk, liður 7.3. Hér tillaga sem tilkomin vegna kannski ákveðna hluta sem áttu sér stað þarna í sumar. Og þarna stendur: sérstaklega verður að gera þá kröfu til þeirra sem skipuleggja hópferðir á hestum eða farartækjum. Sko, ef við víkkum þetta nú kannski aðeins út, þá held ég að við ættum nú kannski bara að sleppa akkurat hestum og farartækjum, auðvitað má það standa, en það líka hægt að skipuleggja gönguferðir í þvílíkum massa inn á svona staði að skaði hljótist af. Það nú reyndar orðin þó nokkur ár síðan ég kom í Stórurð og ég ger mér alveg grein fyrir því að þetta svæði þolir hvorki ágang, mikinn ágang af fólki á hestum, hvað þá heldur vélknúnum ökutækjum. En ef að ég man það rétt hvernig þetta þá þetta líka svæði sem afar viðkvæmt fyrir allt of miklu traðki bara fólks. Ef það bara nóga fólki og nógu margir sem fara þetta, þá lætur þetta strax á sjá. Og þannig nú orðið ýmsar náttúruperlur Íslands. Kannski ekki akkurat hér á þessu svæði, heldur víða annars staðar á landinu. Það má nefna bara hluti til dæmis að þeir sem hafa komið að Gullfossi og slíku í dag, Þingvellir, hafa verið að berjast í þetta líka. Þannig að hvort við eigum að akkurat að breyta þessu, en bara almennt séð að mér finnst ekki alveg sjálfgefið að einhverjar stofnanir, atvinnufyrirtæki í túrisma, sem við viljum öllu vel svo sem, að það sé sjálfgefið að þeir bara hleypi óhindraðri umferð inn á ákveðin svæði. En þetta ágjaf miklu stærra máli
og það engin vandi að stórskaða íslenska náttúru, þessar perlur sem við erum að tala hvort sem að menn vilja nú breyta þessu eitthvað þarna eða ekki, þá viljum nú vekja athygli á því að það engin vandi að gera þetta, skemma þessa staði og þegar búið að gera og það stórkostlega búið að skemma staði á landinu þó að það séu ekki akkurat hestar eða vélknúin ökutæki. Í því sambandi vil ég minna á að það var verið að í þessu sambandi vil ég minna á að fráfarandi framkvæmdastjóri Landgræðslunnar var að hljóta verðlaunundaginn og í spjalli við hann í fjölmiðli, væntanlega í sjónvarpinu, við minni þannig, þá kom hann sérstaklega inn á þetta. Hann hefur barist dálítið við sauðkindina og ágang hennar í gegnum tíðina á náttúru landsins, en stóra ógnin í hans huga, og þetta maður með langa og mikla reynslu og mikla yfirsýn, var akkurat þessi massa túrismi. En hvað sem við gerum akkurat hér, þá hef ég þó allavega vakið athygli á þessu að ég held að við megum gáða okkur. Við erum ekki komin svona langt í þessum túrisma hér á Austurlandi, en við erum öll að biðja aukinn túrisma. Þannig að ég held að sé ágætt við skoðum þetta í tíma. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, orðið ennþá laust. Björn Björnsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt bæjarfulltrúi, annað þetta fólk. Ég get að mörguleyti tekið undir margt í því sem að Gunnar Jónsson sagði hér í máli sínu og ég vil reyndar vekja athygli hans á því að við erum með ferðamannastað hér í okkar í sveitarfélagi sem að, nei ekki okkar, Fljótsdalshreppi, sem að hefur nú bara verið í nokkuri hættu, en ég vil nú kannski meina að það sé líka vegna þess að þar hafa menn ekki kannski unnið heimavinnuna sína áður en þeir fóru að bjóða öllum til stofu. Það er að segja það er núna loksins búið að vinna að uppbyggingu stíga og í raun og veru kerfis til að taka á móti fólkinu og það á kannski að einhverju leyti við stórur líka. Þetta truflar mig ekkert sérstaklega þetta orðalag í tillögunni, en ég get alveg tekið undir það að auðvitað þurfum við að hugsa það helst áður en það er orðið og seint. Hvaða áhrif það sem að Gunnar kallaði massatúrismi getur haft á þessar náttúruperlur okkar. En ég svo sem segi svo að ég er ekkert viss endilega mér finnst ástæði til að gera breytingu á tillögunni fyrir því. Björn Björnsdóttir, Karl Lárusson, Guðmorði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk undir orð Gunnars áðan og Stórur þekki ég nokkuð vel, komið þó gott í Stórur og ég óttast það alltaf þegar ég sé flottar kynningar frá Stórur og þessu svæði að þangað fara að streyma fólk í miklu mæli. Ég veit að þarna eins og flötinni í Stórur sem oftast verður myndefni þegar það vinnir að skoða þetta svæði, að þetta er seinsbrotinn hálendisgróður og hann verður ekki bættur á mjög löngum tíma ef hann fara að takast mikið út. Þess vegna er ég mjög undrandi oft þegar ég sé að menn að tjalda á þessari flöt vegna þess að það eru næg tjaldsvæði fyrir utan sem að bara vel grasi vaxin svæði sem að má tjalda á, að það skulle þá ekki minnstakosti vera að banna að tjalda inn á flötinni. Vegna þess að hún er mjög viðkvæm. Þetta er lágvaxinn háfjallagróður og lætur fljótt að sjá ef að umferðin verður mikil. En við verðum líka að bregðast við svolítið kannski tímalega vegna þess að við verðum að vera undan fólkinu sem að hugsanlega getur komið þarna og skipuleggja það hvernig fólki má haga sér. Vegna þess að allir setja að koma í svaða eftir stuttan tíma. Takk. Karl Lárusson, lokið máli sínu, orðið ennþá laust. Stefán Bogi Sveinsson.
forseti og ágæta fundafólk. Það liður 7.3, stóru náttúruperla. Ég nú bara byrja á því að lýsa yfir ánægju minni með þá umræðu sem eru orðið undir þessum lið af því að ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum að veita þessu málaflokki, það að segja náttúruverndinni dálítið aukna athygli og kannski sérstaklega einmitt á svæðum sem er líklegt að muni þar sem er líklegt að umferð muni aukast verulega á næstu árum og ég tek undir með það sem kom fram hjá Karli Láruðssyni varabæjarfulltrúa hér áðan að ég hef haft áhyggjur af því að þarna verði gríðarlega mikil umferð og ég vil nú vilja benda á það líka einmitt að undir þessum lið fyrir nefndinni og það sem var nú meðal hans rætt þar var að það var nú skrifuð grein í Fréttablaðið tölverð umfjöllun Stórurð í sumar og öll sú athygli auðvitað eins og við fögnum henni að þá fyllist maður örlitlum geig líka af því að þá veit maður það að fleiri fá upplýsingar það hversu frábær staður þetta hversu mögnuð þessi gönguleið og fleiri munu vilja koma. Ég vil einmitt leggja áherslu á það að þetta erindi sem við fengum inn núna, þessar ljósmyndir sem þetta lágu til grundvallar, nefndin sá ekki ástæða til þess að fara að hengja einn eða neitt fyrir það sem að þarna nákvæmlega átti sér stað. Þetta er bara einfaldlega svona birtingarmynd af þeirri áhættu sem að verður á svona svæði. Tillagan gengur er mjög almennsæðis og gengur náttúrulega kannski fyrst og fremst út af það að bara vekja fólk til umhugsunar mikilvægt þess að ganga vel náttúrunum allstað og það er nú svona fyrir hluti af henni. Seinni hlutin þar sem að sérstaklega er horft til þeirra sem vilja skipuleggja hópferðir á hestum eða faratækjum eins og er orðað í tillögunni. Auðvitað er það sumpart líka verið svona aðeins að hneigja höfuðið í þá átt auðvitað er tilefni þess að við byrjuðum að ræða þetta það að þarna var skipulögð hópferð sem að fórum og menn sáu þess stað í landinu eftir ferðina. Það á síðan bara eftir að koma í ljós hvort að þau spor sem að var mörgu verða varanlega eða ekki. Ég vona náttúrulega að svo verði ekki og auðvitað eru kannski ákveðin líkur á því að þetta muni nú allt saman verða í lagi eftir 1 eða 2 ár. En þetta var tilefni til þess að fara að ræða framtíðina. En ástæðan fyrir því að taka út kannski sérstaklega líka hópferðir á hestum og faratækjum er það að öll umferð getur mögulega valdið skaða á landi. En eðli máls samkvæmt að þá er umferð á hestum eða faratækjum eins og orða þarna, hún er áhættusamari hvað þetta varðar. Sem að lýsi sér nú bara einfallega í því að hross eru býsna þung. Þau eru þyngri heldur en flestir menn. Tala nú ekki það þegar það er maður á hrossinu, þá eðli máls samkvæmt að þá tekst dálítið eftir því. Þannig talað faratæki og ég vil nú svona kannski benda það líka að við erum líka að sjá okkur breytingar í ferðamennskunni með það að við erum ekki bara að sjá, við erum ekki endilega bara að tala vélknúin faratæki, við erum til dæmis að sjá það að menn eru farnir að skipuleggja reiðhjólaferðir og það eru svona ákveðnar áskoranir út af fyrir sig sem að fylgja því. Og til að forðast allar misskilning þá ætla að segja að ég myndist nú á það í upphafi það hefði borist ábendingar og það hefði sést för eftir faratæki á svæðinu að kannski lá nú ekki alveg ljóst fyrir til dæmis hvort þar var að ræða það sé nálega skýrt, hvort það var að ræða til dæmis vélhjól eða reiðhjól. Það er alveg ljóst að það er allavega mjög þröngar heimildir til þess að fara á vélknúnum faratækjum svo ég ætla bara að segja það þegar það sem er verið að orða hópferðir og faratækjum það er ekki verið að segja að það sé á nokkurn hátt eðlilegt að menn sé skipuleggja hópferðir á vélknúnum faratækjum utan vega. Það er bara svo að það sé alveg á hreinu. Það er bannað. En þessi brýning á náttúrulega ekki bara við Stórurðina. Þetta skiptir líka máli þar sem menn eru að fara á slóðum. Ef menn eru að skipuleggja hópferðir á vélknúnum faratækjum slóða, þá er eins gott að menn sé búin að hugsa fyrir því að þeir slóða séu tilbúin til að takast á umferðina. Þannig að þetta nær yfir hans vítt svið. Þannig að menn geta í rauninni verið á löglegum slóðum í ferð á vélknúnum faratækjum, en það getur samt verið algjör fásinna að fara í slíka ferð ef að landið ef ástand svæðisins er ekki með þeim hætta með að slóðurnar fóru umferðina. Þannig að þetta er mjög stórt mál. Ég vil taka líka undir það sem framkom hér áðan og kannski ekki síst í máli Karl Láruðssonar varabæjarfulltrúa sem að fór mjög vel yfir einmitt hversu viðkvæmt svæði Stórurðin í rauninni er. Og ég vil þá bæta því við hér líka að
sko, ef að áhugi fyrir því að ná með einhverjum hætti utan þetta, þá í rauninni svo leið sem við höfum í löggjöf í dag fyrst og fremst í gegnum einhvers konar friðlýsingarferli. Af því að það svo erfitt að ná utan umferð ef ekki búið að taka landi einhvern veginn sérstaklega út fyrir sviga. Meðan að það ekki gert, að þá gilda bara almennar reglur umferð og það verður alltaf mjög erfitt að stýra því, til dæmis einmitt hvar má tjalda. Ef ekki með einhverjum hætti búið að fara yfir og friðlýsa með þá tilteknum skilmálum. Ítreka það, þetta auðvitað heilmikið á forræði landeigenda. Það engin sem og ég held að sé engin vilji til þess að vinna svona mál án þess að landeigendur komi þarna að og þess vegna þetta nú lagt upp í bókun nefndarinnar þannig að menn svona kannski tali svo litið saman. En ég held að það sé alveg á hreinu að ef menn hafa sannarlega áhuga því að ná utan það að vernda svæðið þá þurfa menn að hefja þessa vegferð einhvern veginn að kanna möguleikann á því hvort það er hægt að friðlýsa og koma í stýringu. Ég minnst á hérna áðan að það var skrifuð í rauninni afbragðsgrein Stóru-Hraunið við Fréttablaðið í sumar. Einn þáttur þeirri grein var í rauninni svo skoðun greinarhöfundar að það væri með nokkrum ólíkindum að náttúrusvæði á borð við Stóru sem svæði sem eitt af þeim merkilegustu á landinu og í rauninni að mínu viti þetta náttúrusvæði í heimsklassa sem hún segir. Það mjög merkilegt að við búum við það að slík svæði sé ekki með neina vernd á grundvelli náttúruverndarlaga. Stefán Björn Sveinsson, lokið máli sinni. Berglind Harpa Geirsson. Forseti, góðir fundarmenn, mér langaði einmitt að koma inn á þessar friðlýsingar. Það nú ekki fyrir svo löngu að Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, kíkti til okkar hérna og hann var akkúrat að ræða þetta en það frjósa oft margir þegar verið að tala friðlýsingar en það var einmitt að tala átak í friðlýsingum og hann fór náttúrulega bara og kynnti það vel og ég vissi svo sem ekki alveg að því með friðlýsingar að þetta náttúrulega nokkrir flokkar. Þannig að hann var að segja eins og til dæmis með Stórurð að það sé hægt að sækja náttúrulega ákveðna friðlýsingu sem þá, mann ekki, 3., 4. flokkur og það rauninni þannig fáum við fjármagn til þess að passa upp á Stórurð. Í rauninni þá fáum við bara fjármagn í stíga og annað til að svona passa upp á svæðið. Þannig að það ekki friðlýsing til að loka svæðinu, þannig heldur bara til að efla í rauninni, gangstíga og þannig að það sjá ekki á svæðinu. Þannig að þetta situr svolítið í mér og aðtöku hvort við getum kannski sótt eitthvað fjármagn svona til að passa upp á svæðið, upp á góðkostíða svona. Þannig að það verður eftir, takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir í lokið máli sinni. Orðið ennþá laust. Nú ef að ekki fleiri vilja kveðja sér hljóðs þá mælendaskránni lokað. Hún gengi til afgreiðslu einstakra liða. Og þar þá fyrst liður 7.1 auglýsingar meðfram vegum og annars staðar utan þéttbýlis og tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Og þá næst liður 7.3 það Stóru náttúruperla. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Og athygli fundarins við vakjum því að undir lið 7.5 gert ráð fyrir afgreiðslu nefndarinnar staðfest að liðum varðar þjóðgarðastofnun og ef því ekki mótmælt þá verður það bókað svo. Þá höfum við lokið yfirferð hér yfir 7. dagskrárlið og næst það 8. liður á dagskrá. Það ungmennaráð Fljótsdalshéraðs 71. fundur og það Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn, ég ætla að koma hér og fara yfir fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs 71. fundar sem var haldinn 27. september síðastliðinn. Fundargerðin í 10 liðum og þar 3 liðir teknir út. Það þá fyrst liður 8.1 aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldishegðun í íþrótta- og æskulýðsstarfi frá mennta- og menningarmálaráðherra.
Starfshópur mennta- og menningarmálaráðherra sem skipaður var í kjölfar ég líka yfirlýsinga íþróttakvenna hefur skilað ráðherra tillögum aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldishegðun í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði og leggur til að unnið verði með skýrsluna og niðurstöður hennar hjá Fljótsdalshéraði og þær tillögur teknar til greinar sem snúa beint að sveitarfélögum. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að jafnréttisnefnd verði falið að fylgjast með framgangi þeirrar vinnu. Það er síðan liður 8.5 ungmennaráð UNICEF. Framkom á fundi ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs að ungmennaráð UNICEF vantar ungt fólk til að taka þátt í ýmsum verkefnum ráðsins í vetur og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði Fljótsdalshéraðs og hvetur ungt fólk í sveitarfélaginu til að kynna sér málin og gefa kost á sér til að starfa með ungmennaráði UNICEF. Hægt er að leita upplýsinga á vefsíðu ráðsins og síðan er hún sett hér inn. Ég ætla ekki að lesa upp vefsíðuna. Og síðast er að liður 8.7 sameiginlegir fundir ungmennaráðs og bæjarstjórnar. Fyrir liggur að halda sameiginlega fundi ungmennaráðs og bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs starfsárið 2018 til 2019 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu ungmennaráðs samþykki bæjarstjórn að fyrsti fundur verði haldinn 5. desember 2018. Töluleiki fundargerðin hér lögð fram til umfjöllunar og afgreiðslu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 8. lið. Það er einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo er ekki, þá lokaði mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá liður 8.1 aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldishegðun í íþrótta- og æskulýðsstarfi frá mennta- og menningarmálaráðherra og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 8.5, það er ungmennaráð UNICEF og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 8.7 að síðustu, það eru sameiginlegir fundir ungmennaráðs og bæjarstjórnar. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið yfirferð hér yfir 8. dagskrárlið og göngum til hins 9. Það er umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar Hótel Eyvindará. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar um rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 4 að Eyvindará. Umsækjandi er Hótel Eyvindará EHF, Sigurbjörg Flósadóttir. Fyrir liggur jákvæð umsókn bingafulltrúa fyrir alltaf 66 gesti, einnig jákvæð umsókn frá heilbrigðiseftirliti Austurlands. Það er kannski rétt að koma fram að umsóknin var sannarlega fyrir 66 gesti, þannig að það fer saman og skipulagsfulltrúi hefur einnig skilað jákvæðri umsókn. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsögnin lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til um. Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Orðið er laust undir þessum lið, er einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og ég ber upp tillöguna eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá tæmt dagskrá þessa fundar. Ég vil þakka kærlega öllum þeim sem hafa fylgst með fundinum í útsendingu, en við munum nú rjúfa hana, en fundið er þó ekki slitið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundargerð og undirrita hana.